sko GG-sport hefur alltaf verið búðin ykkar Já, og ef maður bara hugsar þetta einhvern veginn þannig og setja að skapa já, eitthvað sem er ekki fyrir sjálfa þig, einmitt. þá horfir maður aðeins öðruvísi á þetta líka. Já, já. Þannig að þú veist, hvernig búð myndi ég vilja koma í þegar ég gengur þröskuldinn, það er GG-sport. Leifur Dam, einn af eigandum og stofnandi GG-sport. Einn af þeim, já, og ég tala nú fyrir hann Tomma minn líka, Já, þannig að við erum tveir sem að stofnum og rekum GG-sport í dag. tveir stofnendur og tveir eigendur í dag. Já, það passar. Hvernig, en ef við förum aðeins bara tilbaka, hvernig byrjaði GG-sport? Hvernig var það til? Sko, ég og Tommi, við erum búin að vera vinir frá því hún 7 ára og við höfum einhvern veginn alltaf fylgst að og við vorum náttúrulega í skóla og saman en þú veist, ég er lærður tölvufræðingur og Tommi hann er lærður vélfræðingur og einhverja hluta vegna þá eigum við þessa frábæra útistabúð í dag og það kom til vegna þess að við ólumst upp út á Granda. Pappans Tomma, hann var að gera við sem sagt gummibát og galla, hann var Já. sem sagt í hvað hét aftur já allavega þeir voru sem sagt að skoða gummibáta og gera við gummibáta líka og við ólumst þarna upp og okkur fannst þetta svo cool, við vorum ólumst þarna upp líka og við vorum að gera við galla og báta sjálfur og vorum alltaf í þessum business og við ákveðum, ég man ekki, 2004 að byrja að gera við gummibáta inn í litlum bílskúr og þannig bara óx þetta koll af kolli og var það útistabúð í dag. Já, Og ég man eftir því fyrir löngu síðan, við áttum þess að business ævintýri, sko, ég myndi gott að 93 eða 94 að þá var kennaraverkfall og við vorum 16 ára og við opnum bónstöð inn í bílskúrnum heima hjá Tomma, heima á mömmu og pappa já, ok. og við vorum með fría heimsæti Sækja og að skila. sækja bílana Já, sko, frítt líka, það var inn í verðinu líka og hún mikið sem í bílpróf sko. já, ok. Þannig að það spurði enginn að því, við fórum bara og sóttum bílana, Já, bónuðum þá, þrifum þá fyrir miklu minna verðheldur en allir voru brjálaðir, hringdu í okkur, við erum bara strákar í kennaraverkfalli að reyna að redda okkur og það var hot fram í því, það var svona fyrsta business adventure okkar Tomma. já, Já. einmitt. Góð þjónusta að sækja og skila. Já, það var alltaf pælt í þjónustunni alveg frá byrjun. Já, en hvernig var eins og þið byrjaði að gera við gummibáta? Hvar það að finna viðskiptavinni sem að þurfa gummibáta sem að þarf að gera við? Þetta var bara þannig að við gengum bara í búðirna sem voru að selja þessa báta og kynntum okkur og spurðum bara hvort við mættum ekki gera við fyrir það. Já, Og svo bara spurðist þetta út og við vorum svona að tímabili og vorum við svona aðal kallarnir sem að vorum að gera við og breyta bátum. Við vorum nú fjandi flinki við þetta sko. já, Og áttum alveg gerðum þetta í mörg ár og þaðan kemur nafni, við stofnum fyrst gummibáta á galla og þaðan kemur GG Sport nafni, það kemur já, það. þaðan kemur Já, nafn. það kemur það. Einmitt. Það er ekki flóknari en það. Það er ekki flott nær það. Nei, en hvernig, þú segir gera við gummibáta, hvernig voru þið þá, hvernig viðgerði voru þetta? Þá voru það náttúrulega bara einhverju eldgamli bátar sem að hrípláku og þá voru þið bara þrýstuprófaðir og sápaðir og þetta var bara þá freyðaðir og þá sérðu götin Já, eða svo var það mikið þannig við náttúrulega unnum mikið fyrir björgunarsveitirnar og þá þurfti ég að laga einhver tjón og eitthvað svona og við vorum að gera þetta og vorum að gera við gallana líka þannig að þetta voru annarkoð tjón eða viðhald á bátum eða uppgerð á bátum líka sem við sáum já, einmitt. En hvernig var þróun á fyrirtækinu að fara úr þarna að gera við galla og gummibáta yfir í þessa flottu útivistabúð sem er til í Já, dag? það er nú svolítið skemmtileg saga líka af því að ég man eftir því þegar ég og Tommi þegar við fluttum úr skúrnum og við fórum yfir í fyrstu búðin okkar og af því að við vorum alltaf að gera við galla og bátan fyrir björgunarsveitirnar. Ég man þegar við fluttum á Súðavoginn að þá var það þannig að við fluttum inn í apríl, við vorum að gera við bátana yfir sumarið og svo kom veturinn og þetta var eitthvað þannig, þú veit, hvernig var að borga leigunni í veturinn? Já. Og þá hafði ég farið sem sagt Mont Blanc, gengið Mont Blanc
og hitti gætana þar og þá bentu þeir á búnað sem sögðu sem var frá Signor okkar, þetta er merki sem við erum með það með í dag. Svo þetta er bara merki þetta er ekki örugglega ekki til á Íslandi, þetta er alveg jafn gott og Black Diamond eða eitthvað svoleiðis sko. Og ég sagði bara við Tomma, heyrðu þetta er ekkert mál, við förum bara vopnaðir bara bækling og förum bara hittum bara björgunarsveitirnar og seljum bara eitthvað búnað. Og við nefnilega sáum tækifærið þarna á markaðinum að karabína þetta kostaði eitthvað 5.000 skall og við gátum úti að karabína á 2.500 skall. Við sáum tækifærið þarna bæði fyrir okkur og sveitirnar að flytja inn og panta hana búnað að miklu betra verði. Já. Og við settum þetta þannig upp að við hittum sér björgunarsveitirnar og fengum alla til þess að hópa þessu saman og það var nú aðalmálið að hafa formanninn og gjaldkeran sko. Það gerist ekkert nema þeir tveir aðalkallarnir sér á svæðinu. Nei, mitt. Bara vopnaði bækling og við sýndum hennar bækling og ef að menn spurðu, þú veist, þetta gott? Þá segir bara örugglega, skilur við. Því við vorum ekkert endilega að gera okkur út fyrir að vita allt um búnaðinn, við vorum bara að gera okkur út fyrir að geta útvegað búnaðinn og það var svona kannski sameiginlegt í byrjun að allir myndu panta og svo myndu bara koma í ljós hvernig það kemur út og þannig urðu útvistabúð. Já, áhugaverð saga. En hvernig þá, þú veist, á þessum tíma eru þið þá að panta inn og halda einhverjum lager? Já, þá við pöntuðum eiginlega bara inn eftir pöntunum. Það má segja það sko. Að við tókum bara niður pantanir og pöntuðum og sendum bara beint í björgunarsveitana og það má segja að björgunarsveitin sé í rauninni grunnurinn að Gekisport. Að björgunarsveitina lögðu algjöran grunn að útvistabúðinni hjá okkur í dag. Ok. Og eru þeir ennþá stóri viðskiptavinir í dag? Já, mjög stóri. Björgunarsveitin er einn stærsti viðskiptavinur hjá okkur. Já. En hvernig frá þið þannig að þið farið og gangi á milli húsa með bækling yfir í það að kaupa svo eða panta eitthvað eigin lager? Hvernig fjármagnið stækkunina? Sko, við vorum alltaf með svona ósýnilegan lykil af fyrirtækinu. Já. Og þessi lykil, hann gekk af fyrirtækinu og við ímyndum okkur alltaf, ef við myndum setja hana lykil í skrána og snúa og loka fyrirtækinu, að þá ættum við alltaf nóga mikið eignum á móti skuldum. Ok. Og þannig rákum við alltaf fyrirtækið, þannig að við vorum aldrei að fara fram úr okkur. Og við vissum það líka að við myndum gera það mörg mistök og þetta snýst líka svolítið að eiga inni fyrir mistökunum. Já. Og þú þarft að hafa efni á mistökunum. Þú ert að byggja fyrirtæki að þú rekur það á kannski 8 sinnum, að kannski 2 skipti sem að ganga upp sem að borga fyrir þessi 8. En við getum alltaf þess að eiga fyrir þessum 8 skiptum sem við rákum okkur á og það gekk ekki upp. Þannig við ímyndum okkur alltaf að vera með ósýnilega lykil sem að gekk af fyrirtækinu. Við gátum alltaf slegið í lás og gengið í burtu og það var ekkert vandamál. Já, eins og þurfa að hafa áhyggjur af því. Á þess að hafa áhyggjur af því og við gátum þá í rauninni með góðu móti eða öldu móti þá bara skilið við okkur alveg eins og menn. Já, hugsið þetta bara strax frá byrjun? Já, okay. Alveg frá byrjun. Hvaðan kemur þetta hugafar? Sko þetta hugafar, ég veit, ég kannski, sko, Tommi hann er svona íhaldsamur en ég held svona satt best að segja að þetta hugafar hjá mér allavega persónulega kannski koma því að ég er ólst upp í það að missa allt. Að pabbi minn, hann átti fyrirtæki, við mistum það. Við sem sagt áttum heim í stóru einbýlishúsi, við mistum það, við mistum fyrirtækið, við mistum heimili okkar, við bjuggum í fyrirtækinu á sínu tíma, það var alltaf verið að rífast um skuldir og eitthvað svona sko. Og ég hugsaði, ég ætla ekki að vera svona. Nei. Ég ætla að hafa þetta mitt allt á kristaltæru og ég held að þetta komi það. Já, lært af því. Ég hef lært af því, ég fór á hausinn því ég var 10 ára. Já, einmitt. Það hefur verið góð að lærdómur. Já, það var það. En var það þá í byrjun, þú talar að þið eru að bóna bíla og annað í einhverju kennarverkfalli. Já. Var það alltaf draumurinn hjá þér eða einhver að stofna ykkar eigið fyrirtæki og vera sjálfur í rekstri? Já, allavega hjá mér og ég held að hjá Tomma líka. Við fylgjumst alltaf að við svolítið eins og einn maður. Já. Og ég held að hafa alltaf blunda svona entrepreneur í okkur. Og við fórum ofta alveg
ótrúlega leiðir til þess að komast að því hvort það væri markaður eða ekki. Ég man einu sinni eftir því að við fórum einu sinni erlendis til Göll, og við vorum keypt Göll þurrkala í rauninni, Já, fórum einu sinni til þeirra og þeir sögðu við okkur heyrðu Leifur Tommi, eruð þið ekki með getið ekki selt blautgalla á Íslandi? Ég sagði, blautgalla á Íslandi? Þetta er sko 25 ár síðan. já, Það er ekki í blautgallum á Íslandi, það er alltaf kalt. Þá sagði einn designerinn þannig hjá þeim, heyrðu, jú, það er víst hægt að surfa þarna á Íslandi. Ég sagði, já, heyrðu, það er rétt, frændi minn, hann var að surfa á Íslandi. Þá sagði við, heyrðu, við förum bara heim, stofnum bara Brimbrettaskóla og seljum blautgalla. já, Þetta gerðum við. Við stofnum fyrsta Brimbrettaskóla Íslands, surf.is, bara til að selja blautgalla. já, Og þetta var alveg magnað og ég fekk kennara sem betur fyrr og til þess að kenna fyrstu tímana vegna þess að ég YouTube þetta, bara hvernig átt að gera þetta og kunni ekki neitt. Og ég man með þess að ég fekk vax með brettunum og ég fekk fyrstu 7 brettin send heim, já, að þá vaxaði ég brettin og þegar kennarinn kom í skúrin okkar þá tók hann eftir því að ég vaxaði sett brettin undir, alltaf að vaxa brettin yfir, að tekkingin var nú ekki einu sinni meira það sko. Nei, einmitt. Þannig að maður fór öfugt á öllu. Já, En þetta gerðum við rákum hennar Brimbrettaskóla í 5 ár og hann er ennþá til í dag. já, Og við seldum fullt af blautgöllum. Þannig við höfum alltaf verið óhræddir við að fara svona óhefðbundnar leiðir og ráðast að garðinn þar sem er hæstur og já. hlaupi gegnum veggi og Já, hljómar svolítið svoleiðis að þeir eru kannski ekki með öll svörin eða viti ekki nákvæmlega, eru kannski ekki sérfræðingarnir í því sem þeir eru að selja að gera en keyrir samt að stað. maður þarf ekki alltaf að vera sérfræðingur í öllu. Nei. Þú þarf bara að vera einlægur og heiðarlegur Já, og gera þitt besta. Og það er nefnilega svo mikið miskilingur hjá fólki sem að er í fyrirtækjasti og þurfi alltaf að vera sérfræðingur í öllu. já, Það er bara algjör misskilningur. Verum öll svörin. Já, þú þarft ekki að vera með öll svörin. Við bara augnablikki skal komast að þessu. Já, einmitt. Já. Hvenær sem sagt þið farið þarna og eru að selja hana búnað og hvað er þetta, margir fermetrar fyrsta búðin sem þið byrjiði? Sko við byrjum í 18 fermetrum. 18 fermetrar. Það er skúrinn. Svo fyrir við í Askalind, það eru 50 fermetrar. Já. Og svo fyrir við í Súðavoginn, svo eru 135 fermetrar. Og síðan fyrir við upp í Smiðjuveg, sem er 425 fermetrar og nú erum við í tæplega 900 fermetrum. Tæplega 900 Já. fermetrum. Þannig að þið farið úr 18 yfir í 900 fermetra. Já. Og mætti vera stærra. Mætti vera stærra. Já. Hvað er það svona sem er það lagerinn sem er að taka mesta plássið? Sko lager, sko ég hef alltaf, ég las það einhvern tímann, heyrði það einhvern tímann að sko lager er verkfæri djöfusins. Já. Og maður þarf alltaf að passa lagerinn sko. Passa sé ekki of mikið en ekki of lítill heldur. Já, akkurat sko, þessi fína lína þarna á milli. Og lager, hann er náttúrulega í fullkomnu fyrirtæki þá var engin lager, 0 lager. Já. En lagerinn, hann er kannski ekki að taka neitt brjálæðast mikið pláss út af því að við náttúrulega rekum ennþá Vesta í dag og GG Sport er ekki bara útvistabúð. GG Sport er útvistabúð, við erum með endursölu og við erum með fyrirtækjasölu og við erum með verkstæði. Já. Þannig að lager og verkstæði náttúrulega er með sér í rauninni aðstöðu og skrifstofur og fyrir staffið okkar og svo búðin sjálf. Einmitt. En hvernig sjáu þið til þess og talar hann að vilja alls ekki vera með ofstóran lager en það er náttúrulega líka mjög dýrt. Já. En hvernig sjáu þið til þess að þið séu með rétta lagerstöðu, séu ekki með of mikið en ekki of lítið heldur? Hvaða svona tól eða aðferðir eru þið að nýta ykkur? Já, þetta heitir KPIs, Key Performance Indicator. Það er náttúrulega flesti það fyrsta sem að fólki dettur í hug þegar við erum að tala ykkur viðmið. Já. Það eru sölutölur. En það þannig líka að pæla í öðrum tölum og það er til dæmis svo lagertölum. Og hjá okkur að segjum svo að við seljum eitthvað fyrir 100 milljónir eða 10 milljónir. Þá má lagerinn ekki vera meira heldur en 25% af því. Bara ósköp einfalt. Já. Og það er alveg ótrúlegt hvað fáir fylgjast vel með þessu. Já. Og þetta er það sem að í rauninni
setur flesta verslanir á hausinn að það er of mikið lagastaða. Já, einmitt. Það er að vera að panta of mikið inn og það er óskikja og það þarf að fylgjast alveg gríðarlega vel með þessu og það er ágætt að, þú veist, eins og í verslunarekstri og það sem við höfum lært gegnum tíðina, það er fínt bara að nota þess að þumalputareglu að laginu getur verið svona, það má ekki vera mikið meira en 25% af meðaldali Nei. og helst fara neðar, miklu neðar. Já, Og hann gerir það hjá okkur líka. Við stjórnum lagrunum okkur alveg gríðarlega vel. já. Eru þið þá bara mjög reglulega að taka lagastöðuna? Við tökum lagastöðu, við erum með yngöpastjóra og við setjumst reglulega inn og við ræðum lagastöðuna. Já, Og þetta skiptir svo miklu máli að, þú veist, eins og yngöpastjórnir sem er að vinna hjá okkur, að þau gerir sér grein fyrir, sko, við þurfum alltaf að vita hvernig árangur lítur út. Og árangur er nefnilega ekki bara sölutölur. Árangur er, þú veist, það getur verið framlegð, það getur verið sölutölur, en það getur líka verið hversu lítill lagrin er á móti sölunni. Það er ákveðin árangur líka. einmitt. Þannig við þurfum að vita hvernig árangur lítur út og við í GG Sport að við höfum það í rauninni, mjög meðvituð það að það er árangur að hafa lagrin eins lítinn og hægt er með veltuna. Já, einmitt. Annars er náttúrulega er alls ekki gott fyrir ykkur í fyrirtækjarekst að vera með bundi pening bara í lagunum sem er ekki Það er bara gera neitt, sko. alls ekki gott og þetta er svo fljótt að gerast líka. Já, Og ég held að sko veitingastaðir og verslunarekstur sérstaklega út af þessu miklu öfgar í þessu og þú veist við erum með sko vetravörur sem að hafa, þú veist, gildi sitt í kannski ykkur 3 mánuði, einmitt. svo erum við sumavörur sem að, þú veist, á sinn tilvist rétt líka ykkur 3 mánuði Já, og svo gerist einhvern veginn voðalega skrítin tími þarna á milli og það er rosalega öfgar, mikla sveiflur. mikla sveiflur og við þurftum að byggja fyrirtækið okkar upp þannig að við þurftum að vera með nóga mikið af sterkum vörum til þess að byggja sterkan grunn Já, og öfgavörurnar, skíði, kajakar og svona, það eru vörur sem að eru bara svona pínlítið eins og spákaupmennska. einmitt. Þú veist, við getum lent í því að það snjó ekki eða það kom ekki sól og þá kaupir engin kajak og svo framvegis. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að það sé nóga mikið af vörum Já. sem að seljast allt árið, skór, ull, Einmitt. bakpokar, skilji, og svo getur við verið með í rauninni vörurnar sem að svona, þú veist, bónusvörurnar, dildirnar inn á milli og það getur verið upp á niður hvernig þær ganga. Já, ástíðavörunar. Ástíðavörurnar, já. Þannig að Já. við getum ekki kannski stólað og byggt fyrirtækið á ástíðavörunum. Nei, Það þarf að vera góður grunnur. einmitt. Það getur kannski verið geggjusala í kajakunum þegar sumarið er mjög gott eða svo líka mjög lélegt þegar veðrið er ekki nógu gott. Absolutely. Og ég get sagt þér það, 2018 þá seldum við 550 kajaka Já, og sem var frábært, en ég sagði við Tóma, djöfull maður, hvað gerir svo ef að við hættum að selja kajakana þegar þeir eru þetta fyrir tísku? Já. Og alveg frá 2018 þá lögðum við allt kapp á að byggja upp aðra vörur á móti kajakunum og það tókst í dag. Nú seldum við ekki eins marga kajaka til dæmis í ár, Já. en veltan okkar, hún er meira sér meiri núna, eða stefnir í það, Mhm. en samt sem áður eru þeir öfgar búnir en við erum bara gætt þess að byggja upp aðra stólpa á móti. Já. En hvað gerir þið eins og við kajakan og skíðun og annað sem að selst ekki? Er það bara á lager hjá okkur þangur til að ástíðin Þetta er fyrsta árið sem við eigum nokkra kajaka lager, þeir hafa bara alltaf selstu. Það var alltaf bara selst Já, við sko við áttum eitthvað pening í gamla daga, sko. Nei. Við hvenær byrjuðum við kajakana? Fyrir 20 ára, maður segja það. Við vorum með forpöntun, þetta þekktist ekkert á markanum. Nei. Og ég held bara að við höfum bara verið einn af þeim fyrstu sem var með eitthvað sem heitir forpöntun. Þetta var bara einfallega vegna þess að við áttum enga pening Já. og í öðru lagi að þá gátum við ekki tekið sjensin á því að ykkur sagði, já ég ætla að kaupa kajak og svo ætla hann að hætta við. Einmitt. Þannig að við byggum bara til svona módel þar sem að við vorum með kajakkinningar, fyrsta lifa bara öllum að prófa og þetta er svona eins og Pringles, einu sinni smakað getur ekki hægt, sko. Þannig að lifa öllum að prófa, lifa öllum að fá fílingin og svo staðferstur með 20 skalli. Já.
og það var bara nótið þess að fólk hætti ekki við, já, það já, þurfti ekki meira, bara einmitt, smá staðfesting, svo finnst bara fólki alltaf skemmtilegt að hlakka til já, já, einmitt, tilhlökkun, tilhlökkunin, sko. byggja svolítið upp svona væntingana líka Byggja þá. upp væntingar og fólk er að fá kajak næsta sumar og fekk hann á forkaupsverði og Já, og það kemur ókeypis námskeið með og ég get farið að veiða fisk og ég get verið svona útgerðarstjóri míní, þannig að þetta er rosa rómantík og það er gaman, þetta er óbærslega skemmtilega sport og þetta er útgjört líka já, og þetta gekk bara rosalega vel hjá okkur á sín tíma og ég veit ekki, við erum búin að selja fleiri 1000 kajaka já, á síðastlinum, ég veit ekki, 15 árum. já, einmitt. Það er mjög Þetta er eins og bláa fótanustæki, þetta er til á öllum heimilum, Já, þú þekkir það. einmitt. Þetta er mjög spennandi. En hvernig er eins og með skíðin og það? Þið nýlega tóku við, var það ekki umboðinu fyrir K2? Jú, við erum til dæla ung skíðabúð og skíðin, sko, hluti af stækkunni þegar þú ert með fyrirtæki og þú ætlar að stækka, hluti af því er að kunnin segir alltaf hvað þetta gera. Já, Og þegar við byrjuðum með skíðadildina, þá vorum við bara svolítið að svara kallinu frá okkar viðskiptavinum og þetta svolítið vantaði. Og líka það er annað sem að kemur inn í þetta líka, sem að kemur að stækkum fyrirtækja og alltaf sem að hefur virkað hjá okkur. Það er mjög margir með langtímaplön, 3-5 ára plön, en við höfum alltaf verið með skammtímaplön og lagt miklu meira áherslu á skammtímaplön heldur en langtímaplön. Vegna þess að stóru tækifærin, að þau eru yfirleitt aldrei skrifuð niður á blað. Þannig að þú þarft að vera opinn fyrir stóru tækifærin sem að koma upp allt í einu, bing, eða þér dettur eitthvað í hug sem að á að skipa sköpum varðandi reksturinn. já, Og þannig til dæmis var það með K2 og það kom bara einn e-mail, tökum ákvörðun, tökum þetta inn, bing bang bong, komið skíðadild. Og þetta í rauninni var svona einn sá stæðsti og svona mest success í rauninni stækkunin eða þess að breytin sem að við tókum inn vegna þess að ákallið kom frá í rauninni þeim sem er að versla við Gekisport, hvernig ætlaði að fara að viðskiptavinum. flytja inn skíði og selja skíði. Já, Þannig að í rauninni við hlustum á kunnin segja okkur alltaf hvað í rauninni hvað við erum að gera og líka það að við erum alltaf vakandi fyrir tækifærum. já, Vegna þess að sko staðreyndin er svo að við getum verið með 3-5 ára plan sem að gengur aldrei upp en yfirleitt alltaf eitthvað sem skiptir sköpum, það er eitthvað sem við gerðum ekki ráð fyrir. Og við höfum alltaf verið rosalega vakandi fyrir þessu. já, einmitt. Hvernig, en umboð með K2, var það nú þegar á Íslandi eða er þetta bara splungu nýtt hérna? Nei, sko, K2 er náttúrulega eitt elsta, virtasta skíðamerki í heiminum, fyrir að fyrsta. Og það var nú einhver tíman í útilíf, veit ég. Já, Og einhverja hluta vegna einbyttu þessi bara einhverju öðru brandi og við tökum við því fyrir 4 árum síðan og sem er bara eitt af þessu líka að ég hef oft sagt að velgengni er ekki heppni en það er alltaf smá heppni líka að þú kannski hittir á eitthvað brand sem er að vaxa og það var þannig með K2, þetta er brand sem er vaxið gríðarlega mikið í Evrópu og við vorum bara það lukkulegir að við náðum þessu flotta skíðamerki á réttum tíma. já. Hvernig virkar svona þegar maður tekur umboð fyrir svona stórt merki eins og þetta? Já, það halda allir að þessu rosalega flókið að vera Já. með umboð en það eina sem þetta gera er að ringi ykkur og bara spyrja hvort að þú megi fá umboð. Ok, Þetta er ekkert flóknar heldur en það og ég man að þetta er sérstaklega fyrst þegar vorum að byrja, þegar vorum að sækjast eftir umboðunum. Þegar út nobody, sko. já, Þá þarftu bara að í rauninni að hafa aðeins meiri sannfæringakraft og ef þú ert ekki með það mikla veldu á bakvið þig og þá segir þið bara að þú veist, ég gefst ekki upp. Ég er gæinn sem að gefst ekki upp. Þú ert bara valið alla á Íslandi en þú ert svo heppinn núna að ég hringdi í þig já, og þú ert að fara að velja mig allir minn, sko. einmitt, Og sína bara smá confident. já, Þannig náðum við mörgum umboðum í den og þetta er ekkert það flókið að sækja sér umboð. Þetta er Nei. nú bara yfirleitt tölvupóstur og svo er þeir bara hreinlega ekki svarað og þá sendur aftur og svo er þeir ekki svarað eftir það og þá hringjuru og þá beðum að hringja aftur tilbaka og svo hringjur aftur og þetta er bara þessi þrautsegja sem að
Já, gegnum gangandi í öllu. en eins og með K2 umbóðið, þurftu að borga eitthvað fyrir það? Nei, það þarf ekkert að borga fyrir umboð. Nei. Og með KTR umboði þá náttúrulega var GG Sport orðið svolítið flott útivistabúð og það var nú ekki mikið vandamál þá að bæta þessu við. Já. Þegar þessi fyrirtæki nú yfirleitt að leitast eftir tækifærum og ef að þessi framleiðendur sjá að þetta útivistabúð eða einhver í þessum geira, þá farið nú bara umboðið. Já, ok, svo bara gerðu samningur á milli. Svo gerðu samningur, já. Já. En hvað svona talandi umboð og vörumerki og annað, hvað svona stærsta vörumerkið í GG Sport í dag? Stærsta vörumerkið í GG Sport þetta eru þessi core brönd sem að ég var að tala áðan. Osprey mjög stórt. Já. Og Icebreaker ullamerkið mjög stórt. Aku skóbrandið mjög stórt og svo getur við kannski skiptið svona í deildirnar. Skíðadeildin mjög stór. Það að segja K2 og Black Rose og BSA, snjóflóðavarnabúnaður og svo framvegis. Og svo getur við farið á hinn vænginn og talað um sem sagt paddlesportdeildina eða vatnasportsdeildin okkar. Þar Palm og Íslandir og Gull og Typhoon og allt þetta, þurrgalarnir og sjósundið og svona. Já. Þannig að þær deildir eru sterkar. En sem bröndin, það þessi 3 sem ég taldi upp. Þessi 3 svona langstæðst og með mestu sölunar. Já, og þetta helst líka oft í hendur ef að bröndin eru sem sagt ef þetta til sölu í búðinni hjá okkur og líka þetta í dreifingu. Já. Þannig að við erum alltaf að færa okkur meira upp á skaftið að dreifa vörum. Selja í endursölu til annar búða. Já, einmitt svona B2B. Já. Já, einmitt. Já. En þú talaður áðan að þú og Tommi sem er partnerinn í business og hinn eigandinn á GG Sport. Hann Tommi minn, já. Að þið hafa verið vinir síðan að verið 7 ára gamlir. Já. Hvernig svona hefur það haft áhrif á eitthvað vinátt að vera í rekstur saman og eiga fyrirtæki saman? Við erum að rífast út af öllu nema peningum. Já. Þannig að það er sennilega en vistu það, ég held að ég myndi alltaf láta GG Sport frá mér fyrir Tomma og ég held að Tommi myndi gera það sama fyrir mig. Já. Það ekkert sem að kemst, peninga muni aldrei komast á milli okkar og þetta það einstakt samband og þetta svolítið svona, þetta draumurinn sko. Já. Það einstakt samband milli mér, Tommi hann líka bara svo góður maður. Já. Hann svo góður maður og það svo gott að vinna með Tomma. Og ég svona ásóknarmaður og hann rólegur, við vinnum rosalega vel saman og auðvitað hefur þetta verið áskoranir í gegnum tíðina en þetta líka búið að vera mikið blessun fyrir okkur báða í gegnum tíðina að fyrsta lagi að eiga þessa samleið saman og í öðru lagi að eiga þessa samleið með fólkinu okkar líka að því að GG Sport ekki bara ég og Tommi í dag. Nei, þetta 14 fastráðnir starfsmenn pluss 4 auka, kannski 18 sem við erum að launaskrána í dag. Já. Þannig að ég get ekki kvartað og þetta búið að vera mjög farsælt og verður það áfram. Já, en ræðið þið svona eitthvað á milli eitthvað annað heldur business þá? Já. Já, við ræðum lífið og daginn og veginn og ekki bara business. Nei. Og við förum út að borða í hátíðinu og þá erum við bara að ræða daginn og veginn eða businessin eða bara eitthvað sem eitthvað dettur í hug. Bara eitthvað sem okkur dettur í hug. Einmitt. Maður einmitt svona úr svona flestum businessbókum sem maður búin að lesa þá einmitt mælt á móti sko að fara í business eða rekstu með vinjunum. Já, ég hef alveg rekjum á það líka. Já. Ég hef verið í rekstri með öðrum og ég ekki að segja að það gengi illa en við stofnuðum nú einu sinni líka ferðarþjónustufyrirtæki sem hét Adventure Box sem var svona eitthvað hliðagrein út frá GG því við vorum með Brimbretanámskeiðið surf.is og Adventure Box var sem sagt við vorum í ísgöngum og við vorum í þú veist að snorkla og í silfru og svona. Þetta fyrirtæki í dag heitir Adventure Vikings og gengur bara mjög vel og vinur minn á þetta í dag og ég bara mjög stoltur af honum, hann náð að halda þessu á lofti síðan, ég veit ekki, 10-15 ára eða eitthvað svoleiðis. Já. En þar vorum við 4 og svona og það var aðeins öðruvísi en það var nú kannski meira
meira að ég gerði mig grein fyrir því og Tommi líka að við þurftum að einbytta okkur að kíkjusport ef við ætlum að ná árangri þar að það hefði og myndi taka alla okkar orku. Einmitt, að vera með fókusin á réttum stað. Maður er með fókusin líka á einum stað. Það má ekki vera út um allt líka. Nei, einmitt. En þetta var sem sagt Adventure Box og þá voruð þið hvað með snorkling, jöklagöngur? Þá voruð með jöklagöngur og snorkling og brimbretti og ég man ekki hvað, þetta var alls konar vitleysa sem var í gangi þarna sko. Já, skemmtilegt að pröfa það. Það var mjög gaman að prófa það. Já, ég trúi því. En þú talar að þeir eru hvað 14 fulltime og pluss svona 4 í hlutastarfi sem Já. sagt heldar 18 starfsmenn. Já. Hvernig hefur svona gengið að ráða til eitthvað rétt fólk og halda því? Þetta er alltaf meiri spurning um hvernig þú ert heldur en þau. Já. Og ég hef alveg búin að læra það. Ef ykkur hættir fyrirtækinu þá er ekki út af fyrirtækinu, það er út af þér. Og þetta er, og við höfum alveg þurft að líka, sko, við höfum aldrei átt fyrirtæki með 14 starfsmönnum og þannig og við þurft að reka okkur á það líka. Einmitt. Bara eins og allt annað. Og við lærum, svo lengi sem við lifum. Já. Og við lærum það að fólk þarf að hafa hvata, fólk þarf að vera í stuði, launin þurfa að vera í lagi, allir þessi litlu hluti þurfa að vera í lagi. Einmitt. Og við erum svo heppin í dag að við erum með frábært starfsfólk, við erum með frábæra markaðsdeild, við erum með yngöpastjóra sem að passa upp á hlutina, með frábæra strák sem séum skíðadeildina, við erum með lagerstráka sem að lýsa upp daginn á hverjum einasta morgni hjá okkur. Já. Og við erum með starfsfólk í búðinni sem að gefa bestu útgáfu af sjálfum sér í hvert skipti sem ykkur kemur inn. Þannig að við erum óbúrslega flott teimi í dag. Já. Og það er góðu mórall hjá okkur í dag. En þetta hefur ekki alltaf verið svona, þetta hefur gengið upp og niður. En við lærum og við sem leiðtogar, við þurfum líka og atvinnurekendur og við þurfum svolítið að læra líka hvernig í rauninni umhverfi við erum að bjóða upp á. Og það er það sem skiptir máli og stundum þegar koma erfiðleikar, þú veist, við þurfum að fá fólk með okkur í lið til að brjótast í gegnum veggi og það þarf að vilja það líka. Það þarf að vera þeirra hagsmunir að ná árangri. Já. Það vilja nefnilega allir ná árangri, það vilja nefnilega allir standa svo vel. Við þurfum bara að skapa umhverfi til að fólk blómstri. Já, einmitt, vinna saman. Vinna saman, já. En hvernig hafið þið náð þá að búa til svona, þú veist, fyrirtæka kultúrin og andrúmsloftið að fólki finnist gaman að koma í vinnun og einmitt eins og nefnir að vera bestu útgáfuna sjálfur sér og leggja sér fram í starfinu? Ég veit ekki alveg hvernig ég á að setja fingurinn á það, sko. Nei. En þú byrjar náttúrulega því að segja góðan daginn. Það er náttúrulega, og við þurfum að sýna skilning líka þegar eitthvað kemur upp á. Við þurfum að búa til vinnu umhverfi þar sem að vinnan hentar fjölskyldunni líka. Já. Og stundum er gott fyrir fólk að vinna heima. Bæði til svo að fá frið eða kannski heima með krakkana, það er svolítið hjá okkur. Og við þurfum að finna líka að við stöndum öll saman. Það held ég að skipti líka miklu máli. Að þú veist, ég passa upp á þig og ég veit að þú passar upp á mig. Og ef það er mikið, þú veist, ég var til dæmis var niður á lager í dag að telja í allan dag. Já. Og við þurfum bara öll að ganga í þau verk sem að þarf að ganga í og það er enginn og góður til þess að skúra búðina á morgnana. Nei. Það er enginn og góður til þess að sitja í þvottavélina eða telja eða ef að allir finna við sem að róa þessu átt, þá heldur bara fólk áfram að róa. Já, einmitt. Og þá kemur góður mórall, þá líður fólki vel. Einmitt. Það er mjög góða punktur. Já. Mjög góða punktur. En hvernig er þá, þú veist, þegar þeir að ráða til eitthvað fólk, er þá eitthvað sérstakt sem er að leitast eftir? Eitthvað sérstakir kostir? Já, við reynum að finna fólk sem er reynslu. Það er að segja að þú ert kannski með eitthvað útivista reynslu. Við erum náttúrulega mikið að björgunarsveita fólki sem að vinna hjá okkur. Já. Og megnið af fólki sem að vinna hjá okkur er fólk sem að kemur með einhvers konar, allavega sem við í verslunni, sem að er þá með einhvers konar útivista bakgrunn. Og það er náttúrulega fyrsta sem við horfum í og svo horfum við bara í bara karakter í mann. Við vorum að ráða lagermann einhvern tímann. Hann var svo skemmtilegur, sko, þegar hann kom í viðtal til okkar
og hann sagði, já, ég ætla bara að vona að þið séu bara einhverjir slúbertlar sem að sjá, sem að sækjum hjá okkur, þannig að ráði bara mig og eitthvað svona sko. Svo þegar vorum í miður viðtalið þá sagði hann bara, jæja, herru, takk fyrir mig og hann lappaði út. Þetta ekki bara komið. Og svo lappaði hann út. Ég sagði, þetta snillingur, við tökum þennan. Já. Og hann að vinna hjá okkur í dag. Hann að vinna hjá okkur í dag. Þetta alveg frábær gæi, sko. Og þeir tveir sem eru að laga sko. Já. En svo horfir maður bara oft í karakterinn og við veitum svona karakter sem þú vilt hafa með þér og þá er nú hægt að kenna allt annað líka. Gott fólk bara. Já, gott að vera með hressa menn á laganum. Það gott að vera með hressa, ekki bara á laganum heldur allstaðar líka. Allstaðar, já, það skiptir máli. En hvað myndir þú segja svona með að við það allt sem að þið að fara gengi svona í gegnum áskornir og annað við það að stækka fyrirtækið sé svona mikilvægast að horfa til í fyrirtækirekstri og sérstaklega þegar kemur að því að vaxa. Það er náttúrulega fyrsta lagi þá þetta gæta þess að vera með nógu mikið fjármagn inn í fyrirtækinu. Það er það sem að skiptir náttúrulega bara eiginlega mestu máli. Já. Sko, ég og Tommi, við rákum alltaf fyrirtækið okkar þannig, við tókum aldrei neitt út úr fyrirtækinu. Það fór alltaf, GG Sport var svona einhver vera sem átti sín sjálfstæðan vilja og það sem að skapast inn í fyrirtækinu fór í félagið. Já. Og það GG Sport átti peningin, ekki við. Nei. Og við gættum þess alltaf í fyrsta lagi að setja allan pening aftur inn í kompanið. Sko, við rákum GG Sport sem SF félag þangað til fyrir ári síðan. Við borguðum bara 20 milljóna í skatt á hverju ári og okkur var bara eiginlega alveg sama. Og við erum nýbúinir að breyta núna yfir í SF. Já. Nei, yfir í EHF fyrir ekki. Og það er bara svona, þetta er allt og stórt til þess að ég og Tommi séum persónlega ábyrgir fyrir öllu sem við vorum allan ennum tíma. Ég nánast þangað til dagsins í dag. Við erum búin að vera persónlega ábyrgir fyrir hverju einustu krónu. Já. Ef ég skuldaði krónu og mátti taka húsið mitt. Þannig var þetta alveg fram að síðustu áramótum. Já. Við skiptum yfir í EHF, bara þetta er orðið það stórt að það var orðið kannski ekki nógu skynsamlegt að vera kannski persónulega ábyrgur fyrir öllu. Líka það náttúrulega gaf okkur kannski meiri tækifæri til að setja peningin aftur inn í fyrirtækið, til þess að halda og vernda starfsfólkið okkar líka. Það eru líka, áhrifin upp á það, þú ætla að sameina stórum fyrirtækjum, eins og við höfum keypt önnur fyrirtæki líka og upp á stækkun. Þannig að fjármagn skiptir miklu máli og setja peningin aftur inn í félagið. Og svo það náttúrulega vera líka með svona hugafar, stækkunar hugafarið. Þetta er svolítið þetta er náttúrulega rosa skrítið, þetta er svona stækkunar fyrirtæki kemur í mörgum skrefum. Fyrst getur þú bara gert allt sjálfur. Ef eitthvað fokast upp þá vinnur þú bara miklu lengur og þú nærð að redda því. Það er svona í byrjun, er það þannig. Svo þú ert komið með starfsfólk og þá þarftu að fá alla með lið til þess að ná næsta fasa. Við til dæmis núna í dag, núna snýst þetta miklu meira hjá okkur að setja upp ferla og svona mikið svona miðlega stýring á öllu og við teljum með talnabissum og við þurfum svolítið að haga okkur núna eins og við séum orðin komin upp í milljarð, 1,5 milljarð. Við erum svolítið að fara að haga okkur þannig til þess að komast þangað líka. Þannig við erum að fókusa á það í dag og auðvitað náttúrulega þarf maður að vera óhræddur við að gera mistök. Ef þú hættir að gera mistök, þá hættur að reyna að stækka fyrirtækið. En ef þú heldur áfram að gera nógu mikið af mistökum, þá muntu stækka fyrirtækið. Svo lengi sem þú lærir á þeim. Já. Gerir ekki sömu mistökin aftur. En þú þarft svo sannarlega að, þetta er svolítið svona eins og feta sig í myrkra herbyggi, þú þarft að leita að útgönguleiðinni með því að koma við veggina, þangað til þú finnur leiðin út. Það getur tekið tíma. Og hvað fleira, og þetta með lagrin, maður þarf að passa lagrin líka, ekki bara eiga fjármagnin í að lagastöðuna. Þannig að það eru rosalega margir hlutir sem maður þarf að huga þegar maður fer að stækka fyrirtækið og byggja fyrirtækið. En í grunninn þá þarftu líka að hafa gríðarlega þrautseigju. Og ég og Tommi erum alveg svakalega þrjóskir menn og eljusamir líka. Og þú þarft að smita líka svolítið þetta
þetta í rauninni hugafar til þeirra sem að vinna hjá þér. Og þá kemur að því að eins og við tölum áðan, við þurfum að vita hvernig árangur lítur út Já, og við þurfum að hafa markmið að því að það þrífast allir best þegar þið hafa markmið og stefnu. Þannig þrífast allir best og þannig verður góður móral í fyrirtækinu. Við vitum að við erum að leiðin einhvert. Við erum ekki að fara bara hring eftir hring og nei, hver dagur verður eins og Groundhog Day, sko. einmitt, allir að stefna í sömu átt. Allir að róa í sömu átt og stefna einhvert og við höfum markmið og höfum gaman að þessu. Já, Þá nær það stækka fyrirtækið og svo það maður að vera vakandi fyrir tækifærin. Þetta er það sem að mér veist eiginlega skipta hérna mestu máli, að vera vakandi fyrir tækifærin. Og í okkar tilfelli, það sem að við erum í útivistarbransa sem er erfiður, það er svo miklu öfgar, það fer allt upp og niður til hægri og vinstri og veist ekkert hvernig morgundagurinn verður. Þá hefur það gengið betur hjá okkur að fókusa meira á skammtímamarkmið heldur en langtímamarkmið. já, einmitt. Svo Og við lifandi markaðar. já, við notum svo kallega, ég veit ekki hvað við byggum þetta til eða hvað, það er alltaf svona 6 regla sem við notum. Þetta er kannski að því að í gamla daga þá þurftu alltaf að skila virðisaukann minn á 2 mánaða fresti. Þannig að þú, sem sagt, þú deilir árinu bara niður í 6 hluta og alltaf með 2 mánuði í hverju hólfi. Og það sem við gerðum, við stútuðum bara hólfin sem janúar og febrúar á árinu og undan og hvað getum við gert núna í janúar og febrúar til þess að rústa þessu hólfi hérna árinu undan. Já, Þá er bara fókusað á það og þá verður í rauninni stækkunin og tekjuflæðið inn í fyrirtækinu kannski miklu meira heldur nú væri kannski með langtímamarkmið. já, Og það sem er kannski 5% aukningu eða 2% þá kannski farið upp í 20%, 30%, 60%, 100% fyrir eftir hversu stór fyrirtækið er. Þannig að hjá okkur hefur það gengið miklu betur heldur en að vera með langtímamarkmið. einmitt. Já, talaðan skammtímamarkmið versus langtímamarkmið. Já. En hvernig er það þá hjá okkur? Eru þið þá ekki að setja upp einhver ekstra áætlanir 3-5 ár fram í tíman? Sko, jú, við gerum það. Það er svona cirka bát svona 5%, 10%. Já. Og svo reynir maður einhvern veginn að teikna þetta upp. En hvernig verður markarinn eftir 2 ár? Ég bara gæti varla ímynda mér það. Hvernig var það fyrir 2 árum? Hvernig var það fyrir 4 árum? Þú getur ekki borið neitt saman við þetta. Nei. Einhvern veginn. Og þegar þetta er auðveldara notabenni. Þetta er auðveldara að gera þetta svona í minni fyrirtækjum heldur en stærri fyrirtækjum. Ég gerir mig alveg fullkomlega grein fyrir því. Þannig að ef einhverjarna úti er með fyrirtæki sem er að velta kannski 50 milljónum upp í 800 milljónir eða eitthvað svona á þessu verðbæði upp í milljarð, þá getur þetta verið vænleg leið til þess að búa til hátt tempó í fyrirtækinu til þess að ná hærri markmiðum. En þegar þú ert komið stærri fyrirtæki, rísa fyrirtæki með framleiðslu og það er svolítið fyrir séð hvernig hlutirnir verða, að þá kannski skiljið það alveg. En fyrir minni fyrirtækin að þá skulum við ekki vanmeta skammtímamarkmiðin. Nei, einmitt. Ég held að sé mjög mikið að þetta myndi að vera með bæði, sko. Ég er einmitt Klálega, já. þeim megin, sko, að vera Já. mikið áætlan að gera og annað Já. og mikið að vinna í kannski 3-5 árum Já. fram í tíman, sko. Já. Og einmitt, þú veist, að reyna þá að setja puttan á svolítið svona hverjir svona tekjudræverðnir, Aha. hvað stjórna því sem að er að fara að auka tekjunar og framleiðan og annað, sko. Og hefur það gengið eftir? Það hefur gengið mjög vel. En- Það hefur gengið mjög vel. Og hafa ekki þá komið tækifæri inn á milli sem við gripið sem hefur Jú, alveg, ekki? alveg klálega, en Já. sko málega það sem er gott við svona eins og bara að vera með einhver áætlun uppi Aha. er að þá veist í hvað áttu stefnir. Svo einmitt sérði eins og þú nefnir tækifærnan inn á milli, Já. að veistu, er það í stefnu eða er það eitt af markmiðunum mínum Já. að fara í þess átt Já. og er þetta að fara í dundiða, Aha. já eða nei eða já, þá tekum maður það eða nei, þá sleppum maður Já. því. Að því að náttúrulega líka í fyrirtækjarekstur það er náttúrulega gífilega mikið af tækifærum og einmitt þess að við tölum máðan að vera með fókus. Það er náttúrulega eitt af mikilvægast að þegar byrjar að ganga vel að hvað þú ert að fókusa á, sko. Já. Og þá einmitt finnst mér áætlun að gera þetta mjög mikilvæg, sko. Já, hún gerir það. Hún skiptir gríðarlega miklu máli og allir hafa sína aðferð til þess að byggja upp sín fyrirtæki og ég er alveg sammála því og við erum með áætlun
samt ekkert rosalega ítarlega Nei. þessi 3-5 ár. En það svona þannig, jú, við vitum í rauninni hvert við stefnum út eins og með endursöluna, við vitum hvert við stefnum með búðina og við vitum hvert við stefnum með fyrirtækjasöluna, við vitum þetta alveg, en það hefur gengið betur að fókusa á skammtímamarkmiðin. Já. En þú veist, það vorum að tala árið, hvert ár fyrir senn og það hefur valdið því að við vaxi meira. Já. Það náttúrulega ekki bara eitt í þessu sem virkar. Það ekkert eitt í þessu sem virkar, svo sannarlega ekki. Svo sannarlega ekki. En þú talar áðan að þið væri svolítið fókusaðir í dag við hliðina með við þegar þið byrjuðu að vera að setja ferl og annað, svona working on the business í staðin fyrir in the business. Já. Hvernig var svona fyrir ykkur sem eigendur og stofnendur að svona transition eða umbreytingatímabili að fara úr því að vera stökku allt sjálfur yfir í að fara að spá í verkferlum og annað? Já, það náttúrulega, þetta rosalega, þetta góð spurning í þér, af því að ég gleymdi að minnast á það náttúrulega líka, eitt sem skiptir mestu máli að draga þessu úr rekstinn og alltaf stækkan. Work on your company, not in your company, þú hefur heyrt þetta, sko. Já. Og þetta skipti einhverjum miklu máli og við þurftum alveg að endur uppgöta okkur alveg upp á nýtt. Og Tommy, við vitum ekkert, sko, við þurfum að fara að draga okkur úr rekstrinum og nú bara eftir að koma í ljós bara hvernig við verðum þarna, sko. Við vorum alveg þar og við þurftum alveg að færa til dæmis rosalega mikið af innkaup sem að ég var með yfir á aðra. Þannig að ég geti til dæmis verið að fókusa á eitthvað ákveðið eins og ferlana sem við erum að gera núna, ferla og handbækur og leiðbeiningar og allt þetta sem alveg gríðarlega mikilvægt þegar þú komin upp í ákveðna stærðargráðu. Skiptir alveg rosalega miklu máli. Og við þurfum að gera þetta og við erum að vinna í þessu núna. Og það gengur vel. Og á eftir að verða betra hjá okkur líka og þetta á eftir að valda því að við höfum meiri tíma til þess að hugsa langtíma markmiðin, ná þeim með skammtímamarkmiðunum og hugsa lengra fram í tíman, að sjá svolítið heildarmyndina. Þú veist, eins og til dæmis núna erum við farnir að hugsa núna þurfum við að fara að hugsa að opna stærri búð, þá þurfum við kannski að sækja í rauninni kannski einhver aðstöðu sem kannski verið að byggja núna sem verið ekki tilbúið fyrir eftir 5 ár. Þurfum að hugsa það, hvað munum við gera við eignina sem við eigum í dag. Ætlum við að eiga það áfram eða ætlum við að selja þær eða leigja þær eða þannig. Þannig að þú getur farið að horfa svona að þú leiður að draga þig út, þá ferðu svolítið að sjá í rauninni hvernig fyrirtækið er. Það líka fullt af göllum, sko, sem þú getur lagað. Einmitt. Það náttúrulega í rauninni eina leiðin til að sjá gallan að draga sig hans út og sjá þá tækifærin í leiðinni. Eina leiðin til að sjá gallana, það að vera ekki í rauninni alveg hafið, sko. Fastur í hamstrahjóli. Já, algjörlega, sko. En hvaða svona resource hafið nýtt ykkur að svona vera að búa til verkferlana? Hafið verið að lesa eins og businessbækur eins og e-myth eða eitthvað svoleiðis? Ég les rosa mikið. Já. Og hlusta á og les. Já. Og geri það alveg gríðarlega mikið. Svo pikka maður bara út það sem að hendar okkar rekstri og mér og Tomma. Og við innleiðum það. Þannig að það enginn sem að, veistu það, ef ég hefði mentor, eða sem sagt ykkur svona sem að hefði getað stýrt okkur betur í byrjun, það hefði gert allt á miklu skemmri tíma, alveg klálega. Já. Og ég held að allir þeir sem að kannski að ströggla við að reka fyrirtækja svona, þeim vantar rosa mikið bara mentor. Þeim vantar rosa mikið bara að hafa kannski hugrekki við að hringi ykkur og tala við ykkur og fá ykkur til þess að leiðbeina sér og þetta skiptir svo miklu máli. Og sérstaklega fyrir þann sem búinn að gangi í gegnum þetta, hann segja, og bara gera þetta svona og þetta er svona og þetta er svona og þetta er svona. Það er svo þurfa kannski að reka sig á 8 sinnum til þess að finna þessa einu leiði, sko. Já, það er alltaf einhver sem búinn að gera þetta áður, sko. Já, en í dag, við búum svo vel að því að það er aðgangurinn að efni, hann er svo auðveldur og hann er svo frábær og ég hlusta rosalega mikið á businessbækur og kaupa sölu á fyrirtækjum og hvernig maður getur bætt sig sem leiðtogi eða fyrirtækja eigandi og getur stöðugt verið að bæta sjálf á þig.
Já. Ertu með eitthvað svona bækur sem þú hefur lært hvað mest af? sem ég læst með, ég var að Psychology of Money var ég að lesa daginn, hún er frábær sko, hún er það, hún er alveg frábær, svona í rauninni hvernig fólk hugsar peninga, völd, hver drifkraftin, hún er frábær. Já. Og Diary of a CEO, hún er góð líka, ég man aldrei neitt svona sko. Nei, ég hlusta á þetta, en ég ger eitt líka sko, Buy, Build, Sell er rosalega góð bók hvernig átt að stækka fyrirtæki. Ég man aldrei hvað höfundar heita og svona, man aldrei svona og okkur kvót og svona, ég man aldrei neitt. Og svo Buy, Build, Sell, hún er mjög góð, hún segir hvernig er best að koma að því að í rauninni að stækka fyrirtæki með því að kaupa unni fyrirtæki, bara sem dæmi. Kaupa bara cashflow til dæmis. Við höfum alveg gert þetta og gekk mjög vel. Og ef að ég finn einhverja bók sem að veit að mun gera mig að betri manni og sterkari einstakling þegar kemur á svona fyrirtækjasti, ég kannski hlusta á hana 10 sinnum. Já. Og ef þanga til að ég er búin að hlusta á bókina og það er ekkert sem að kemur á óvart, það er ekkert, þetta er sniðugt, þanga til að því að maður má kannski ekki gera mistökin að hoppa of mikið á milli í rauninni bóka án þess að kannski stúdera það sem er verið að segja þér að gera. Nei, einmitt. Þannig að ef að ég finn eitthvað sem að ég virkilega vill læra, þá hlusta ég bara eins oft á það og ég þarf aftur og aftur og aftur og aftur. Já. Þangað til ég kann þetta meðvitað eða ómeðvitað utanaf. Einmitt. Já, það er mjög góða punktur. Ég mitt er sér svona bækur kannski svona fyrirtækjarekstur og ferðla er Ímið og Build to Sell. Ímið? Já, það er svona bók sem að fjallar einmitt eins og við tölum Ímið er íslensk eða? Nei, Ímið. Ímið, já. Já. Og sem að fjallar einmitt það að menn eru svolítið sem er að stofna fyrirtæki eru svolítið fastir í því að vera með marga hatt og vilja gera allt sjálfur og þurfa að stíga svolítið tilbaka sko. Já. Og svo einmitt Build to Sell, hvernig býrðu til fyrirtæki sem þú getur selt á þess að það sé háð þér á þess að þú sért flöskuháls. Ég ætla að skrifa þetta niður á eftir. Þegar við erum búið með þetta viðtalina þá ætla ég að nóta þetta hjá mér að hlusta þessu bækur. Ég get sendið þetta. En þegar við vorum að tala stækkun áðan á fyrirtækinu og tækifæri og annað, hvernig hafið, þegar kemur að fjármagna stækkun, hafið einungis verið að gera með EIFI eða láni líka? Við höfum tekið lán, en sko, já, við tókum lán fyrir húsnæði og kæjagöfunum í gamla dag og svona. Já. Við tókum lán og eigum eftir að taka aftur lán. Við erum skuldlaust fyrirtæki í dag, við eigum lagrið nokkuð skuldlausan, við eigum húsnæði nokkuð skuldlaus, skuldum ekki krónu og við erum með þess smá peningin á bankreikning líka. Já. Við eigum allt skuldlaust í dag og það er nokkuð vel að sér vikið. En í næsta fasa sem að við förum í og þegar við kannski förum að stækka húsnæði þá kannski þurfum við að taka aftur lán. Og það sem ég segi, að bankinn hann er til þess að hjálpa, til þess að koma til gegnum svona glerþök. Já. En hann á ekki að vera meðeigandi í fyrirtækinu. Nei. En hann er tól til þess að hjálpa að oft það er rosa margir fyrirtækja eigendur sem að lendi því að það er svona glerþak og þú veist ekki alveg í rauninni hvernig þú átt að koma í næsta skref og hvort þú í rauninni og hvernig það er gert og bankinn er tól til þess að hjálpa í gegnum það til dæmis. En þá þarf líka að vera plan A, B og C hvernig þú ætlar í fyrsta lagi að borga það tilbaka og þú þarf líka að vera nógu sterkur fyrirtæki þarf að vera nógu sterkt til þess að geta tekið á móti því öldukasti sem að fylgir því líka. Ég hef sagt að eins og þegar við höfum stækkað, við höfum ekki stækkað fyrir allt var orðið sprungið og það þarf að vera sprungið ákveðin tíma til þess að réttlæta næsta skref. Já. Og í þessu skrefi sem að við höfum tekið og það þarf í rauninni, það skref, það þarf að vera hagræðing í því skrefi, með öðrum orðum, það þarf að leysa þessi vandamál sem að við stóðum frammi fyrir og við þurfum að eiga inni fyrir frekra tækifærum í þessu skrefi sem við tókum. Við höfum stækkað í bara mörgum litlum skrefum, sumum stórum, eins og þegar við fluttum og svona, en
við segjum alltaf, ég og Tommi höfum alltaf notað þetta flóði lyftir öllum bátum, en þegar fjarar út þá sérðu hverju allsber Já, og einmitt. þú þarf bara að passa að vera ekki allsber þegar fjarar út. Já, eða synda nóg hratt. Já, eða það sko, en það sem ég er að segja sko, við þurfum bara, sko, maður það bara, það er eins og ástand sem er núna, það er ástand þegar fjarar út. Já. Nú eru vextir háir, fólk er ekki að kaupa kajak af því að það þarf að borga húsnæðinu sínu og þú þarft að gæta þess að halda öllu fyrirtækinu gangandi og helst alltaf með hagnaði líka, en samt halda öllu starfsfólkinu líka inni af því að þú berð ábyrgð á þeim sem fyrirtæki líka, að nú fjarar út og þú þarft að gæta þess að þú þarft ekki að breyta öllu fyrirtækinu af því það fjara aðeins út. Það gerir það alltaf. Já. Að flóðið lyftir öllum bátum, þá ætlar að ganga vel hjá okkur öllum að núna næstu árum, en svo kemur bakslag og það mun alltaf gerast. Já, einmitt. Til að geta bara siglt í gegnum stormin. Algjörlega, til þess að geta siglt í gegnum stormin og þú veist, bera höfuðið hátt líka. Hvernig ertu þegar þú kemur út hinum megin, sko? Hvernig er stoltið þá? Einmitt. En hvernig er svona í rekstunum með ykkur í dag? Hver er svona stæðstu áskorunir sem er frammi fyrir? Stæðstu áskorunir kannski framundan hjá okkur í dag. Við þurfum að breyta rosalega miklu í okkar rekstri núna vegna þess að smáurusala, hún hefur dreifist töluvert saman, bara hjá öllum og við þurfum að breyta rosalega miklu í okkur. Við náttúrulega fórum í þetta með ferlan og alltaf, en hvað var það bara pjúra cashflow, að þá þurftum við til dæmis að við opnum og byggðum upp og við erum að gera það, við byggðum upp bara alveg pjúra endursöludild þar sem við erum að selja öðrum fyrirtækjum og þurftum að búa til ný markmið þar sem að gengur mjög vel og við þurftum að leggja miklu meiri áherslu til dæmis að fyrirtækjasölu líka og auðvitað leggja áherslu á verslunina, en það er fyrirtækjasalan og endursalan sem að í rauninni var þess valdandi að við erum með meiri veltu ef við tökum dag frá dag í dag núna í ár heldur en til dæmis í fyrra. Já. Og það er örugglega ekki margir sem geta sagt það eins og maður er búin að heyra og við höfum bara þurft að vera rosalega kvik og fljóta að svona bregðast við og kalla eftir viðskiptum á öðrum póstum heldur en bara í verslunni. Þannig að ég held að það skiptir líka máli. Já, einmitt. En svona tækifærið annað til að halda áfram að stækka? Já, þá sko markaðurinn er pínu mettur í útivista bransanum eða sem útivista búð og það endursalan á eftir að verða þess valdandi ef við eftir að auka veltuna töluvert. Af því að endursalan þarf ekki að vera tengd við búðina. Við getum verið að endurselja vörur sem að koma í rauninni búðinni faktist ekkert við. Nei. Þannig að ef að við erum að, þú veist eins og núna, við erum að einbeita okkur að því og fyrirtækjasölunni líka, það er meiri tækifæri þar akkurat núna heldur en akkurat í smásölu. Já. En þegar þú talar um endursölu, hvað er það nákvæmlega? Þá vorum við til dæmis að selja vörurnar okkar til dæmis í aðrar útvistabúðir. Eða Hagkaup eða eitthvað til dæmis. Og þá er þetta að endurselja vörur sem við erum að flytja inn. Þeir eru bara milliliður í rauninni. Já, eða þú veist, já, það má segja það. Við erum milliliður og tökum bara ákveðna framlegð fyrir það kannski ef að þú ert að endurselja þá þarf þú að vera með bara nokkuð góða framlegð til þess að þetta gangi upp og við þurfum að vera með ásættanlega framlegð til þess að gangi upp. Einmitt. Þannig að þá getur þú kannski við erum til dæmis að selja vettlinga, snóla vettlinga og nakkur í Hagkaup. Við erum að selja mikið í Ellingsen, bæði í Núta Granda og á Akureyri. Við seljum í Livju, við seljum í Bíkó. Já. Við seljum alveg á fullt af stöðum. Já, en þannig að þetta er orðið svolítið svona stór partur hjá ykkur í dag. Þetta er orðið stór partur og áætlar að vera stærri. Þannig að það er mikið sóknarfæri þar. Já. Og þangað til að við erum komið stærri búð eða verslun, að þá getum við fara að leggja meiri áherslu á það, en það er líka alltaf góð regla að
gera meira úr því sem þú hefur, ekki breiða vængina of mikið af því þú Nei. flækir hlutina svo mikið. Einmitt. Þannig líka. Þannig að reyna að selja og leggja áherslu á það sem þú hefur og reyna að selja meira af því. Já. Og ég hef alltaf sagt í staffið mitt og sérstaklega svona þegar við vorum að byrja að þú getur tekið sko þriðju bestu vöruna, segjum bara þriðju bestu vöruna, hvað sem það þýðir, og þú getur gert hana mest seldu vörunni. Þú getur verið með betri verð, þú getur verið með betri þjónustu, þú getur útlýst hana betur í búðinni eða á netinu heldur en hinir. Þannig að þú getur faktisk tekið þriðju bestu vöruna og gert hana mest seldu vörunni. Já. Hver er svona stæðsti samkeppnisaðilinn ykkar í dag, myndið þið segja? Stæðsti, það eru náttúrulega bara, já, þetta eru hinnar útivistabúðirnar, má segja. Þetta eru Everest sem er mjög flott fyrirtæki, Fjallagoðin er mjög flott fyrirtæki, Útilífi mjög flott fyrirtæki. Þetta eru alltaf rosalega flott fyrirtæki með góða vörur og það er rosalega mikil samkeppni milli þessara búða og GG-Sport breytti rosalega miklu á markaðinum. Með tilkomu okkar þá lækkaði verð töluvert á útivistabúnaði. Já. Og það er ennþá mikið samkeppni og þú verður alltaf svona svolítið að finna svona eitthvað svona til þess að keppa við. Einmitt. Og það svona hjálpaði þér að drífa allt áfram líka. Já. Það sem ég myndi segja allan út frá svona minni upplifun að fann annarkvort inn í útilífi eða GG-Sport er þessi einmitt svona persónlega þjónusta sem maður fær. Já, takk fyrir það. Og við reynum að hafa það þannig. Já, leggjum mikla áherslu á það. Já, við leggjum mikla áherslu á það að þetta er svona eins og þetta er mitt ástæðan fyrir því að við ráðum mikið björgunarsveitafólk og að því að sko sérfræði þekkingin þeirra og okkar sem að vinnum í GG, hún verður að þinni. Já. Og það skiptir líka svo miklu máli og sérstaklega og við leggjum mikla áherslu á þetta í búðinni að ekki selja bara til að selja, þú veit. Það kemur málin ekki til, fólk kemur í jólin bara aftur í staðinn. Og til dæmis eins og ef þú ert kannski byrjandi, bara gefum okkur það og mér áttar hérna regnjakka eða eitthvað og mér áttar skó og þá er það okkar hlutverk að ekki vera að selja bara til að selja. Hjálpa þessum einstakling að velja það sem hann vantar fyrir eins lítið og hægt er. Já. Ef hann á eitthvað heima, segðu hann bara að nota það. Já. Skilur, ef hann á regnjakka og í fínu lagi, hann þarf ekki nýja regnjakka og hann nota það bara. Og fólk, þess vegna er GG-Sport, þetta er nefnilega búðin ykkar. Já. Og ef þú kemur svona fram við kunnan og þá sem er að koma, að þá kemur þú bara aftur jólin og kaupir bara eitthvað annað þegar vantar eitthvað. Já. Sama eins og með eitthvað vandamál sem að kemur upp. Ok, hvað þú fyrir eftir þessu? Já, en hann setti hérna skóna á ofnin og já, ég veit það, skiptir engu máli, kannski 100 eða eitthvað. Who cares? Kemur jólin. Já. Allir rosa ánægðir. Einmitt. Þannig er í rauninni bara fjárfesta í sko viðskiptanum til lengri tíma. Við fáum þetta alltaf tilbaka. Já. Alltaf tilbaka, sko. Einmitt. En hvað svona í dag eru markmið með reksturinn og talar áðan að það séu mögulega einhver tækifæri að stækka og þá sérstaklega á endursölumarkaði, en þegar kemur að búðinni sjálfur, sjáu þið fyrir ykkur að verði með fleiri búður kannski? Nei, ég hef aldrei skilið þetta á Íslandi að vera með allar þessar búðir. Og ég hef bara aldrei skilið þetta. Já. Og common sense í mitt segir mér að þetta er bara, ég bara skildi ekki. Jú, kannski á Akureyri eða eitthvað svoleiðis. Eins og Ellingsen, ég held að það sé vel rekið með eina búð í Reykjavík og eina á Akureyri. Og svo er Útilífi með marga búðir og kannski eitthvað að reyna að draga þessu saman og Fjallagoðin var með marga búðir og nú er konin með eina búð og ég er bara ekki að sjá þetta fyrir mér. Nei. Ég skil þetta ef þú ert með vörur sem þú þarft að fá akkurat innan 30 mínútna, kaffi, bensín eða eitthvað svona, sko. Já. Að þá skiptir það máli, maturbúði eða eitthvað, þú er leiðinni heim eða eitthvað svona, að þetta kaupa er göngu, sko. Hvaða máli skiptir komið í Kópavoginn eða þú ert hérna, ég veit ekki, upp á Höfða, þær búðir hlið við hlið. Einmitt. Já. Ég skil það ekki, sko. En hvernig er þá eins og dreifingin hjá okkur, þú veist, eru lang flestir að koma í búðuna til ykkar eða er að versla á netinu eða hvernig? Það koma langt flestir til okkar. Já. Og
netsala, hún ekkert svo stór hluti hjá okkur Nei, og ég held að það sé að hún samt að aukast og ég held að það sé að mörguleiti út vegna þess að fólk sækir í þjónustuna, já, sækir í að koma til okkar, sækir í að fá kaffi og svona, einmitt, krakkarnir fá nammi í skúffunni og svona, já, allt og svoleiðis. En já, ég held að fólk sækir svolítið í það og ég held að líka að fólk búið að læra það að það getur gengið að því að við erum heiðarleg við þau og við komum vel fram við þau og við gætum þeirra hagsmuna líka. já, einmitt. Partur af upplifun að koma í búðina Algjörlega, já. einmitt. Já. En hvað eru þið hérna með mörg vörumerki í dag, veistu það? Já, Eða vörur? Ég var að telja þetta daginn, við erum með 60 og eitthvað byrgja. Já, Já, minnið það. það er slatti. Það er slatti, sko. Stundum það maður að taka vörumerki bara bak við hlöðuna og setja kúlun í hnakkan. Og hérna, maður þarf ofta vega og meta, svo þróast fyrirtækið ofta neða út kannski með frábæra vöru þú ert að byrja og svo kemur eitthvað önnur vara í staðinn sem er ennþá betri Já, og þá er stundum svolítið sárt að kveðja hina vöruna. En það þarf að gera það vegna þess að og ég hef aldrei skilið þetta heldur. Stundum að maður í búið og út með kannski fullt af döflum frá mismunandi framleiðendum út allt. já, Af því að maður þarf líka að passa upp á þessu skuldbindingar varðandi byrgjan líka einmitt. að þú ætlar að halda brandinu þá þarf þetta að versla við þá líka og maður má ekki vera með þetta allt út allt sko. Nei, Þannig að já, reglulega þá þarf maður að taka ný vörumerki inn og maður þarf að slátra gömlum. já. Hvernig finnið þið ný vörumerki? Eh, þetta er sko, við tölum oft að vörumerki þurfa að loka hringnum, eins og við köllum. Já, Segjum að þú sett til dæmis með hérna björgunarsveitamann sem kemur inn í búðina og þú getur selt honum jakka, þú getur selt honum mullina, þú getur selt honum bakpoka, þú getur selt honum vettlinga, þú getur ekki selt honum skó, að þú ert kannski ekki með skó, þá klárlega þarf að finna eitthvað skóbrand til þess að loka hringnum, svo já, hann sé ekki að kaupa allt hjá þér, eða kannski kaupir hann, honum vantar allt og til í að kaupa allt, en sleppi því að kaupa allt að því þið vantar, að því þú varst ekki með skóna. já, já, Þannig að þú tekur kannski margar svona þú veist, svona section eða svona sviðsmyndir og þú Einmitt. þarft alltaf að gæta þess að loka hringnum í hver skipti. Eins og við þurfum að passa út, ef við erum með skíði þá verðum við með fatna líka og hjálma og klirugu. já, já, einmitt. Þú getur mist kannski út kunnan að því að hún langar bara að kaupa þetta allt í einu. Já, Þannig að við erum að gæta þess að loka hringnum. Kunnin segir alltaf hvað átt að gera. Þannig finnur maður bröndin og er að leita þeim og stundum finnur maður brönd sem eru kannski enn betri heldur en þau sem varst með og þannig þróast búðin áfram í að verða enn betri en hún var. já, einmitt. Og er þá bara allur gangur að eru þið þá bara að skoða þetta á netinu eða eru þið að fara út og skoða önnur brönd eða aðra búðir? Já, flest finnur nú á netinu sko. Og svo náttúrulega alltaf sýningar úti sem maður fer á og þar getur maður hitt kunnana, en þú veist hvernig þessu sýningar það er allir að reyna að ná öllu þarna. Já, Þannig að ef að þú ætlar að ná ykkur brandi þá er best að reyna að gera það þegar þú ert einn að reyna að ná brandinu og reyna þá að senda tölvupóst eða eitthvað svoleiðis eða hitta viðkomandi ekki á sýningunni, ekkert endilega, þú getur gert það líka á sýningunni, já, en þetta er eitthvað svona stærra brand sem að oft betra að gera bara að hafa þetta persónulega. einmitt. En hérna í reksturinn, hvað myndur segja svona, þú veist, búin að vera í þessu í öll þessi ár, hvað myndur segja styrkleikan í þínu liggi? Mínir persónulega? Já. Ég er ótrúlega duglegur. Já. Og ég held að og það har alltaf verið mikið orka í mér og ég held að það og útsjónasamur oft og ótrúlega duglegur að koma mér í vandræði en ég er líka ótrúlega naskur að koma mér úr þeim líka. Ég held að það séu svona styrkleikarnir. Ég er líka algjörlega óhrættur við að gera mistök. Já. Ég hef aldrei verið, ég hef alltaf komið til dyrana, ég held að þykjast vera meir en ég er og aldrei að ég aldrei gefið mig út fyrir að vera eitthvað. Nei.
og ekkert betri heldur en sá sem að vinnur hjá mér að sitja við hliðina á mér. Já, einmitt. Ég held að það sé styrkleiki. Já, en því að þú nefndir nefnilega einmitt áðan styrkleikanir og hvernig væri fyrir þið að vera að vinna með Tomma. Já. Að þið væntanlega eru með svolítið ólíka styrkleika þar sem að þið svolítið hjálpi hvort öðrum eða íti hvort öðrum upp. Algjörlega. Við erum með mjög ólíka styrkleika og Tommi hann er miklu svona rólegri og það segja margir að þú veit að við erum svona yin og yang sem er alveg rétt og þú þarft að vera svolítið yin og yang, svolítið ólíkir einstaklingar ef við erum tvo menn sem var alveg eins, þá myndi það ganga vik og það var allt sprungið sko. Tvo lippa á svæðinu, Jesús minn sko. Einmitt. Ein svona spurning bara í lokin eftir að við erum búin að fara yfir þetta hvar sérðu svona sjálfað eftir 5 ár og GG-sport? Hvað er það svona sem þið langar að áorka í rekstinu? Hvað er svona stóra markmið? Það er ekki víst að það verði endilega GG-sport. Nei. En það verði business. Og ég hef oft sagt það við svona, þá sem að þekkja mig að ég væri miklu frekar í að hjálpa einhverjum öðrum næst til þess að ná árangri, gera hann ríkan. Já. Og þannig að sá einstaklingur fá uppreisn æru og svona og kannski ná í árangri og ég held ég sé bara nokkuð góður í því líka. Þannig að ég sé svona framtíðina í allavega einhverjum rekstri og náttúrulega með GG-sport svo lengi sem það nær. Já. En já, stofna eitthvað nýtt, gera eitthvað nýtt, hjálpa einhverjum að stofna eitthvað nýtt, komin tími á einhvern annan að successa. Já. Að ég þarf ekkert endilega að successa mikið meira í lífinu en það væri frábært að ég myndi geta hjálpa einhverjum öðrum að gera það. Já. Þú nefndir þetta áður við byrjuðum að taka upp áðan að þú ert 47 ára gamall. Já. Og hvað sérðu fyrir svona, þú veist, á sért að fara að vera í þessu næstu 10-15 árin? Í GG-sport? Já, eða bara í fyrirtækjarekstri? Eða hvort þú munir stíga til þess? Ég veit það ekki, sko. Ég var að skoða trillu daginn. Já. Og ég var að segja Tomma, heyrðu mig, er ekki bara að kaupa okkur trillu og fara og gera út og fara að strandið þar? Og Tommi sagði, jú, gera það. Þannig að það getur vel verið að næsta ári þá ætlum við að taka sem sagt bungaprófið. Já. Og það getur vel verið að áran eftir það að við verðum ekki til GG-sport allt sumarið því að við verum að gera út einhvers staðar fyrir austan eða vestan eða einhvers staðar í Raskati sko. Já, gott áhugamál. Já, þannig að ég held að við þurfum bara að finna eitthvað sem okkur langar til þess að gera, vera óhrættir að gera það. Ég er náttúrulega lærður tölvufræðingur eins og ég sagði og Tommi hann er vélfræðingur. Við lögðum í rauninni þetta allt á hilluna þegar við fórum í sjálfstæðan rekstur og við erum alveg óhræddir við að prófa eitthvað nýtt og erum bara spenntir fyrir framtíðinni. Já. Algjörlega. Með nóga hugmyndum. Nóga hugmyndum, það vantar ekki. Það vantar ekki upp á þér. En businessin, hann er ekki farinn og hann verður áfram. Já. Og við mötum að sjá, ég er með nokkuð svona járn í eldun og við skulum sjá hvernig það þróast. Já, einmitt. Glæsilegt. Herðu, bara takk aðeinslega fyrir að gefa þér tíma og koma í þáttinn. Ég þakka bara kærlega fyrir að hafa mig. Bara mjög gott spjall. Já, takk. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.